Komið sæl og velkomin í kalda pottinn eina vikuna enn. En ég ætla aðeins að fá að segja frá því að ég og háttvirtur tæknistjóri Gunnar Bjarni, við leyfðum okkur það að fara í sumarfrí í nokkra vikur, en það duttu út 2-3 þættir. Þið fyrirgefið okkur það. En við erum mættir aftur og með góðan gest, Elísabet Jökuls. Já. Velkomin. Takk fyrir. Þú heitir þetta Elísabet Kristín Jökulsdóttir. Já, eftir afa mínum og ömmu sem að hún hét Elísabet og hann hét Kristján. Já. Og þau hafi verið svo ofboðslega góð við pappa og mömmu þegar þau voru nýgift og voru að byggja sér hús og þannig að hérna í þakklætisskyni var ég skýrð nafninu þeirra. Og það hefur komið sér mjög vel. Ég held ég hafi erft líka hæfileika þeirra. Þau voru alveg frábæra manneskjur og rifust aldrei. Er það merkið það að rífast aldrei? Að þau rifust allavega ekki svo að neinn heyrði, sko. Nei, ekki með vitnum. Ekki með vitnum, sko. En ég ætlum að byrja með því, það var svona hefðið þættinum, þetta er Jesúlaði. Já. Ég ætla að skála við Elísabet. Takk fyrir að koma og gaman að hitta þig. Það er svo mikilvægt að taka Jesú í hjarta, sjálfur. Ég segi þetta ykkur með einasta áskotastætti. Já, trúir þú á Jesú? Nei, reyndar ekki, en sko, ég held hann hafi verið til, samkvæmt sagnfræðinni. Já. En það sem hann boðaði fannst mér fallegt og göfugt og þess virði alltaf, klárlega. Já, já. Allan að vildi ég á fyrri árum geta breytt vatn í vín. Það er eiginleiki sem ég hefði gjarnan viljað fá á honum. Já, já. Það var alltaf áfengi í öll partí, manstu hvernig það var í gamla daga? Jú, ég keypti einu sinni 12 flöskur og svörtu í einu partí. Já. Af sama sprútsala, ég fór alltaf aftur og aftur til hans. Og það var máltæki á löggunni, hann þrætti eins og sprútsali. Hann þrætti eins og sprútsali var einhvern tímann svona saying. Já. Sérst, þú þrætti bara eins og sprútsali, þú varst að neita einhverju, sko. Já. En Elísabet, þú ert alltaf kölluð fullu nafni, þegar ekki? Jú, eða Ellastína, það hefur svolítið fest við mig líka. Nú er það eins og hinn Ellastína? Sem er að framleiða döðlukökur. Já. Það er Ellastína og ekki tónlistakona. Já, það. Ég hélt að var að stela nafninu mínu, Ellastína, af því ég hef gefið út 2 bækur, önnur hét Galdrabók Ellastínu og hinn Lúðrasveit Ellastínu og svo hefur þetta nafn fest við mig, sko, eiginlega síðan þá. Ellastína. Og ég var alltaf kölluð Ellastína þegar ég var lítil til þess að viðhalda báðum nöfnunum og svo fannst mér þetta svo smábarnarlegt þegar ég var svona 11-12 ára og barðist fyrir því að heita Elísabet og svo þegar ég fór að leita barnin í mér þegar tjálpið inn að þá kallaði ég barnið Elvistínu og hún sem sagt gaf út þessar bækur og hérna skrifaði sögur og ég fór svona að gera ýmislegt sem hana langaði að gera eins og rúnta einhvern tímann með strætó út í bláinn sem vissum ekki hvert myndi fara og ég hélt að ég þá eitthvað rugluð, sko, en ég sagði börnunum mínum frá þessu þá spurðu þau hvort þau mættu koma með og gefa öndunum brauð og ég var rosa feimið og svona rétt svona var að athuga hvort nokkuð sæi mig svona fullorðna manneskju fyrir að gefa öndunum brauð. Nú, það er ekki bara leyfilegt. Jú, en það var ekki leyfilegt þarna. Ég var svo feimin við og hálfpartinn skammaðist mín, sko, en ég myndi ekkert gera það í dag, en þetta var svolítið átak að finna barnið inn í sér og hlusta á hana og heyra hana og fyrst þegar ég talaði við hana, þá var það svona sjálfshjálparnámskeið hjá Terry Cooper. Já, ég þekki hann. Já, hann var algjör snillingur og svona meistari og þá, býttu nú við, nú datt ég hans út, en þá allavega, já, þá byrjaði ég að skrifast á við Ellistínu og hún vildi ekkert við mig tala, hún bara hreytti mig ónotum og sagðist ekkert hafa við mig að tala og
Það var alveg sama hvað ég sagði við hana, en það var ekki fyrir en að ég bað hana að skrifa sögu fyrir mig, að þá sagði hún fyrstu söguna og eftir það var hún bara óstöðvandi og sagði mér sögur sem að koma í þessa bók sem var svo þýdd á 6 tungumál. Vel gert. Já, þannig að Ella Stína bara sigurvegari. Var hún sem sagt til í þessu Healing the Child Within tímabili? Já. Þannig hún var endurvakin? Já, og síðan hafa margir kallað með Ellu Stínu og ég veit ekki neitt annað sem heitir Ella Stína nema nú verið að framleiða döðlukökur og sósur og ég held að þeir hefði tekið nafni mitt sko, en það kannski einhver önnur Ella Stína. Já, ég held ég sé að ruglaði við hana tónlistakonu. Já. Það eitthvað Stína, Magga Stína. Nei. Já, Magga Stína. Já. Já. Ég var ruglað því. Já. En segðu mér ertu borgarbarn í grunninn? Ég hugsa það nú. Nei, ég svona bæði. Ég svona borgarbarn og svo svona strandabarn. Svona norður á Ströndum. Það svona, ég myndi vilja deyja þar. Ef ég þyrfti að deyja, þá myndi ég fara að Seljanesi við Ingólfsfjörð og eða ég veit það ekki, ég segi svona. En Strandirnar voru mitt annað heimili frá 16 ára aldri og ég var ólétt að fyrsta stráknum mínu þar og á eyðibýli á Ströndunum, Dröngum. Ekki var það eyðibýli þá? Jú, í rauninni það var bara verið þar á sumrin sko. Já, sumarhús. Komið til að nýta hlunnindin og síðan var ég þarna meira og minna þangað til ég var 20. Á Ströndunum, kom alltaf hann á sumrin og ég var meira að segja heilan vetur þarna með gömlu manni sem vildi ekki fara frá húsinu sínu, þannig að ég var hjá hann og var ráðskona hann heilan vetur og sauði saltfisk á hverjum degi og saltkjöt á sunnudögum, þannig að og bakaði kökur sem fjallu allar og mér gekk betur að baka lummur og pönnukökur sko, sem voru bara svona flatar á pönnunni. Hvaða staður það? Þetta Seljanes við Ingólfsfjörð, næsti bær Ófeigsfjörður, þar sem að virkjunarmálin voru sem mest hérna. Já, alveg rétt. Og þetta aðeins lengra en Trekillisvík sko. Ingólfsfjörður langur fjörður, Seljanes mætist á Ófeigsfjörði og Ingólfsfjörði. Og þarna var ég og þetta var bara eins og að vera, ég held ég hafi verið geymd þarna sko, vegna þess að allir félagar mínir voru í neyslu og rugli á Hótel Vík þegar þetta var og ég held að sko ég hefði getað dáið í þeirri neyslu eða verið nauðgað eða eitthvað, skilurðu, ef ég hefði verið þarna með öllum hippunum og með allir í neyslunni þá, þannig að ég held að Guð hafi bara geymt mig norður á Ströndum. Og ég held að ég hafi orðið skáld norður á Ströndum. Ég var alltaf að yrkja léleg ljóð þangað til að ég kom norður á Strandi. Þá átti ég fyrsta góða ljóðið mitt. Með Drangavík í Ströndum, líka eyðibýli. Þannig já. Þannig að þú bjóst með einbúa, eldar orðniðan og samtir léleg ljóð. Nei, þá var ég farin að semja góð ljóð, sko. Þegar ég var komin norður á Strandir, en þangað til svona 13, 14 ára, 15, þá var ég að semja léleg ljóð, sko, en þegar ég kom norður á Strandir og þá urðu þau bara helviti góð, sko. Já, ég ættar á Arnarfirðinum, þannig að það mikið lokað það. Já. En ertu þá sjálfviljug, sem sagt, voru foreldrarnir tengdir Ströndunum, eða hvernig kemur þetta til? Nei, þetta var þannig að pappa og mamma voru skilin og mamma var með okkur 4 börnin og hún sendi Illuga alltaf í sveit. Ég þýddi ekkert að senda mig í sveit vegna þess að ég bara grenjaði mig heim úr heimþrá, sko. Okay. En hún sendi Illuga í sveit á Snæfellsnes og svo gæti hann ekki verið lengur þar. Þannig að hún fekk pláss fyrir hann norður á Ströndum í Stóru Ávík í Trekillisvík og þar var Illugi held ég bara í 6 ár. Þangað til að hann var orðinn táningur og þá tók Hrafn við. Og ég heimsótti alltaf bræður mín á haustin. Ég og Illugi náttúrulega bara 2 ára á milli okkar. Og ég heimsótti Illuga alltaf á haustin og svo var strákurinn sem var ægilega skotinn í og finnst stundum bara eins og sé fyrsta ástin mín. En hann var strandamaður, sko.
En hann var svo, það ekki vita hvort hann var myrtur eða dó bara úr já, það bara ekkert vita hans örlög, sem sagt. Nú það? Já, eða hvort að það er eitthvað verið að tala að hann hafi gengið á milli í slagsmálum og verið þá kýldur og verið, sem sagt, dauður þegar lögreglan fann hann og tekur hann upp í sjúkrabíl og einhver segir að lögreglan, ég ætla nú ekki að fara að sleppa því bara, en þetta var allavega einhver harmdauði sem hafi mjög mikil áhrif í sveitinu vegna þess að hann var svona prinsinn, strandaprinsinn, sko. Og var aldrei vita hvað dró hann til dauða raunverulega ennþá? Nei, og ekki vitað ennþá. Sorglegt? Já, mjög sorglegt, sko. Var hann prinsinn þinn þegar þetta gerist? Varstu búin að ná taki á hann þá? Nei, ég var bara 14 ára og hann var 18, sko. Já, ok. Ég var bara einhver lítill kid, sko, í hans augum. Já. Og svo hlustaðum við bara Sylvia's Mother Said og... Já, nú rómantík í því, Sylvia's Mother Said. Já. En þannig að þú ert raunverulega borgarbarn en ert með annan fótinn á ströndunum. Já, svo kom ég að heimsækja Illuga og þá spiluðum við þetta lag og þá var maður bara, mér alltaf liðið ofboðslega vel norður á ströndum eins og ég ætti heima þar, en málið að ég kem ekkert þangað neitt mikið, en þegar ég í þessi örfáu skipti sem ég komið, ég fór náttúrulega að vera með manni tvítugt sem var bara kom úr allt öðrum heimi, sko, heldur en þessum sveitaheimi sem ég hafði verið í og kom úr heimi svona neyslu og ég var ástangin á honum og fór að vera með honum og þannig að ég er svona borgarbarn og strandabarn, sko, svona millibarn, sko, þannig að ég gæti bara setið og sungið fyrir sjóinn bara tímanu saman og æðarfuglinn flaut svona á flauelismjúkum sjónum. Vá. En það nú kannski ekki leyndarmál en bróðinn Hrafn, hann veit ég var að berjast fyrir því að hann var vistaður á vöggustofu sem að það mál ekki lokað ennþá. Það kannski segir mann kannski að það hefur verið erfið. Já. Erfiðar aðstæður sem ég bjuggu við. Já. Er það ástæðan fyrir kannski að fara vestur? Nei, ég er náttúrulega orðinn táningur þá. Ég fór að heima 16 ára og fer norður á strandir og verð ólétt eftir annað strandafrí. Og svo dugleg, Elisabeth. Ég er dugleg, sko. Ég er hrútur. Og ég verð að vera dugleg, sko, til að viðhalda sólarorkunni. Nákvæmlega. Nei, en þá var ég ólétt, þannig að voru náttúrulega ísbirnir alltaf hangandi á hurðarhúninum, sko, svo voru 4 minkahundar sem geltu rosalega á nóttinu þegar ísbjörnir var að snurra hana fyrir utan. En maður veit ekkert hvort það var ísbjörn, sko, maður sá nú aldrei spor eftir hann. Var þetta barshugurinn? En þetta er náttúrulega, já, þetta var unglingahugurinn sem bjóð til þetta og ég er ofboðslega hrædd við ísbirni ennþá, sko. Þeir eru hættir að koma einhver einn fyrir einhverjum árum og hafa skotin í tætlur og síðan ekki til þeirra spurst. Nei, þetta hefur kannski hafísinu breyst eða eitthvað. Já. En hvað tekur svo við? Þú ert þarna og ert þá sem sagt kaupakona eða hvað maður kalla það? Já. Það ekki svolítið einmannlegt að vera búið til kökur sem fjallu bara á einhver? Nei, svo gamli maðurinn las fyrir mig Sturlungu og Einræði starkar eftir Einar Ben og einhvern tíma lærði ég þær utan að og flutti inn í Iðnó. Og nei, ég var svo fullað einhvern veginn að vera þarna á staðnum af því að þetta var svo gott fyrir mig að vera þarna. Ég hef örugglega verið einmana og leiðst en ég er búin að gleyma því algjörlega og þetta er bara svona í einhvern stjörnum fansi og mér bara, sko, eldhúsið það var svolítið skítugt, skilurðu, það var ekki svona eldhúsinnrétting eins og úr IKEA og mér fannst þetta, og það var gömul olíueldavél
sem hafði ekki verið þrifin í háa herrans tíð, skilurðu, og ég reyndi nú að þrífa þetta allt saman, en þetta var bara svona eins og norður á Ströndum. Það er annað sem skiptir máli heldur en að vera alltaf að þrífa og að vera með klútin á lofti. Ég er ekki að segja að það hafi verið skítugt, heldur bara, þú veist, það var ekkert svona eitthvað þrifnaðar æði sem að greip fólk. Og hlutirnir notaðir. Og hlutirnir notaðir, og það skiptir meira máli að sitja og tala saman eins og við erum að gera núna, skilurðu. Það skiptir megin máli að samræður og tala og fara með ljóð og lesa upp úr Sturlungu og þess áttar, og þetta einhvern veginn kunni, þetta átti voða vel við mig, sko, að vera þarna, og eins og ég segi, ég held ég hafi orðið skáld þarna norður á Ströndum. Hvað tekur svo við í kjölfarið? Við förum svona yfir tímalínuna. Já, þá var ég svona ástfangin af þessu manni sem var í neyslu. Kynnti þig fyrir neyslunum vantanlega? Já, eða svona aðalega hassi sem að ég kunni aldrei að meta, og ég var alltaf hálf mállaus og skrítin af hassneyslu en amfetamín var svona mitt efni, sko. Já. Þá gæti ég verið í aksjón og maður var svo umhverfur af hassinu. Já, það er svolítið þannig. Svona... En ég var ægilega ástfangin, og þetta var svona fyrsta ástin mín, og ég vaknaði upp einn daginn í Hveragerði, og þetta var rosa erfitt samband. Þetta var 14 ár bara af ofbeldi, framhjáhaldi, neyslu, og fyrstu 2 árinu voru alveg himnesk og yndislegt tilhugalíf sem maður hefur hugsað meira eftir því sem maður eldist, að þá gleymist hitt, sko. Jú. Eða breytist eða dofnar, og þetta fallega tilhugalíf fer að skipta meira máli, og maður á einhvern hátt getur jafnvel saknað þess. Og ef maður er voða þakklátur yfir því að hafa upplifað svona magnað tilhugalíf, og við vorum alveg svakalega ástfangin og vöknuðum alltaf í faðmlögum, og þetta var svona allt eftir því. En býtu, hvað varst að spyrja um? Þannig að hann kynnti þig fyrir neyslu, þannig að þið verið semst að nota vímuefni á þessum tíma. Já, og drekka mikið, og vorum svona bara alltaf á böllum og í partíum. Gleðipinnar. Já, gleðipinnar, sko. Sérstaklega hann var voðalega svona gleðimaður. Já. Þannig þetta er ekki í raunverulega góð minning, þú svona blendin. Já, en það er einhvern veginn, ég er alveg búin að komast yfir það einhvern veginn, og hugsa voða lítið það, þannig að hann heimsótti mig daginn til þess að ég var búin að bjóða honum að koma og taka nokkra myndir af frá því hann var út á sjó, og hann kemur með syni mínum, og ég þekkti hann ekki alveg fyrst þegar hann bankaði á dyrnar, og það var svolítið merkilegt. Ég hélt þetta væri einhver maður sem ætlaði að fara að mæla hitaveituna hjá mér. En svo var þetta hann sjálfur og sætur, og hann kemur þarna inn, og það varði einhvern svona heilun, því við höfðum ekkert heilsast í 30 ár, og í barnaafmælum, og því við náttúrulega, hann var afinn og ég var amman fyrir barnabörnin okkar, sko, við höfðum alltaf heilsast, og það var rosalega vont á milli okkar í þessi 30 ár, eða það var líka ekkert á milli okkar, skilurðu. En svo semdum við frið þarna þegar hann kom til að ná í ljósmyndirnar, og það var, ég veit ekki hvort ég á að segja frá því í sjónvarpinu, því það var svo mikið prívat að við svona játum hvort öðru ást okkar, að þetta hefði verið mesta ástin í líf okkar, og það var bara ótrúlegt og ótrúlega heilun að geta það, og geta gefið þetta af sér, að segja já, þetta var ástin í lífi mínu, þú varst ástin í lífi mínu, og fá það tilbaka frá honum. Þannig að þetta var eftir 30 ár, og þá gerist þetta, og þannig að það var alveg magnað, og ég vaknaði upp við það, hún veður alveg á mér, sko,
Já, láttu vaða. Já, en þá vaknaði ég upp við það einn morgun í Hveragerði að mér fannst ástin það merkilegasta sem gæti komið fyrir mann. Þú veist, ferillinn og börnin og húsakaup og ferðarlög og allt þetta sem að lífið gengur út á, að ástin væri það merkilegasta af öllu þessu, líka bókunum mínum sem að ég elska og börnunum mínum sem að ég elska og hef lagt líf mitt í að ala upp og skrifa, en þá hugsaði ég, já, ástin er það merkilegasta bara af öllu, vegna þess að þegar ég var ástfangin þá fór ég að sjá heiminn með augum ástarinnar og það var alveg eins og koma bara í annan menningarheim ástarinnar ef svo mætti orði komast, sko. Og hérna, já, þannig að þetta breytti algjörlega lífið mínu, þetta var algjör viðsnúningur á, eða skilurðu hvað ég meina, já, þetta var svona, þetta var einhvern veginn. Ástin segja þér sér drottning tilfinningana. Já. Og hérna, að vera ástfangin er svona næst því að komast í nirvana. Já. Á þetta stig. Já. En svo pörum við okkur alls konar ástæðum. Ég meina, sumir para sig út af peningum eða íþróttum eða útliti eða eða einhverju leyti, en sumir para sig ást, bara ást. Og það er mjög fallegt þegar það tekst. Já. En hvað, þú vaknar í Hveragerði, sambandinu lýkur þar? Nei, sambandinu lauk bara, við vorum saman í 12-14 ár og þá vorum við búin að eignast tvíbura og þá var ég búin að eignast fyrsta strákinn minn, hann var búin að eignast litla stelpu. Og þetta er sko 1992 sem við skiljum og þá fer hann sko af heimilinu og við skiljum og við vorum búin að vera að skilja mörgu sinnum, eitt ári skildu við 6 sinnum, skilurðu. Annarkvern mánuð og bjuggum í einhverjum kofum, hálfgerðum kofum á Hverfisgötunni og höfðum hérna, já, þannig að vímuefnin voru alltaf með í því. Vímuefnin voru alltaf með í því, ofbeldi, framhjáhald, bara léleg sjálfsmynd, bara hræðilegur tími. Sársauki í þessu. Já, og ég stundum hugsað að hérna, maður væri enn að vinna í þessu. En ég náttúrulega vann í þessu þegar ég fór svo í meðferð 92, þetta sama ár en þetta var sem sagt sambandinu lauk 1992, þannig að ég er náttúrulega á 30 ár, þar sem ég er bara ein á nokkra kærasta náttúrulega, svona inn á milli, en þá er ég bara að skrifa bækurnar og ala upp börnin og þeir voru náttúrulega líka hjá honum en þeir voru að ala hjá mér og ég var að ala upp tvíburana, það var búið að taka af mér elsta strákinn vegna neyslu. Og hann ólst upp hjá pappa sínum og norður á Ströndum hjá afa sínum og ömmu og það var ofboðslega sárt og ég hef svona tilhneigingu til að tala ekki það. Og ég skil það, þetta er erfitt. Já, þetta var mjög sárt en svo að því ég hugsa svo, ég sleit upp svo ofboðslega djúpa rætur með því að flytja í Hveragerði. Ég hef verið að hugsa svona ýmislegt upp á nýtt eins og þetta með ástina. Og síðan hugsaði ég, já, af hverju mega börn ekki alast upp hjá feðrum sínum? Af hverju mátti hann ekki alast upp hjá föður sínum og af og ömmu og þarna norður á Ströndum? Og það var líka bara gott fyrir hann. En þannig að hérna, ég fekk svona breytt viðhorf til þess, sko. En partur af því að vera foreldri, ég er nú sjálfur foreldri, að maður losnar aldrei við þessa foreldraskömm. Veist hvað gerði ég rangt og rétt og allt þetta, það sleppur enginn. En það er bara spurning, hvað er mikil? Sko, sektarkennd í því, er hún lítil eða er hún mikil? Já, ég var svo vissum að það eina, eða sem sagt ég var að skrifa þessar bækur og allt í lagi með það, en ég var vissum að eitt gott hefði ég gert í lífinu og það var að ala upp tvíburana. Og ég þú veist, ég skammaði þá aldrei og ég benti þeim á skýjafarið, það vantaði svolítið upp og ég hjálpaði þeim að læra heima en þannig að þeir voru svolítið að læra svona sjálfir, sko.
og ég var ekki að miðla til dæmis minni íslensku kunnáttu sko, þannig að þeir lærðu svolítið hjá ömmu sinni. En ég var alveg sannfærð að ég hefði, þetta væri það góða sem að ég bara hefði gert og ég var ekki með neina sektarkenndi við neinu. En svo fyrir nokkrum árum, fyrir svona bara 2-3 árum, þá gerir sonur minn mynd mín geðhvörf og áhrif minna geðhvarfa á þá, sem sagt tvíburana. Og í bíómyndinni, stuttmyndinni sem hann gerir, þar á vísu bara einn strákur og mammans. Og þá kemst ég að því að mín geðhvörf og mínar innlagnir á geðdeild höfðu haft svona djúp áhrif á þá. Og ég hélt kannski að ég hefði verið svona sniðug bara í mínum manjum eða verið að þjást sem sagt án þeirra, því þeir voru líka hjá pappa sínum á þessum tíma. En þarna komst ég að því að uppeldið hafði ekki verið fullkomið og þeir hefðu lent í þessum sársauka og kannski fyrst og fremst óöryggi sem að börn eiga alls ekki að þurfa að búa við. Sem náttúrulega skiljanlegt þegar foreldri veikist svona, gerist alls konar. Já. Er þetta opin umræða við þá? Já, Garpur... Þessi veikindi og þannig að... Já, Garpur kom í vísi.is og tjáði sig þetta, ég held að það verið vísir. Og þar þessi mamma heitir, þessi kvikmynd heitir Mamma mín geðsjúklingurinn. Það eru pínuskilaboð í þessu. Já, en hún ekki svona grótesk eins og nafni gefið til kynna. Hún frekar svona ljúf og ég vil endilega fara að sýna hana núna bara á degi geðhjálpar 10. október. Já, núna í haust. Já, núna í haust. En ertu búin að sjá hana? Já, ég búin að sjá hana nokkru sinnum og hún bara mjög góð og ég mjög stolt af honum. Mér fannst svolítið erfitt að horfa á hana. Hún ekki alveg eins og sem sagt sannleikanum samkvæm en svona mestu leyti þannig að ég gat alveg tengt mig við þessa konu og hennar litla strák í myndinni. Þetta engin smá terapía. Já. Þetta alveg in your face eins og þeir segja fyrir vestum. Já. En þú hættir að drekka 92, ertu búin að vera alla götu síðan bara til friðis? Já, 31 ár til friðis. 31 ár edrú til friðis. Góð. Já, þakka fyrir. Vel gert. Já. Vel gert. En mér langar aðeins að snúa okkur að skrifaraferliðinu. Já. Þetta var nú góð íslenska og vorum að viðurkenna það. Já. Skrifaraferliðinu. Já. Hvenær byrjaður að festa á blað? Ég byrjaði náttúrulega bara þegar ég var 11-12 ára. Með lélugulugðin? Já, og svo 13-14 ára þá var ég að lesa Stein Steinar og orti fullt af lélugum ljóðum. Þau eru með að segja til ennþá því ég hendi aldrei neinu. Vel gert. Já. En svo byrjaði ég að skrifa, ég byrjaði að skrifa bara þegar ég 20 og skrifa allan þann áratug, þangað til ég 31 árs, þá gef ég út fyrstu bókina mína. Já. Og ég veit að vinkonu minni finnst hún voða léleg, en mér finnst hún góð og Stefáni Herði, skáldi, fannst hún góð, en hún fékk bæði mjög góða dóma og var líka tætt í sig. En það voru svona fyrsta ljóðabókin mín og síðan hef ég skrifað bara bók á hverju ári, ég er búin að gefa út 27 bækur. Já, vel gert. Eða eitthvað álíka, sko. Var þetta alltaf hugmyndin í upphafi að verða rithöfundur? Já, ég ætlaði nú einhvern tímann að vera flugfreyja og svona eins og allar stelpur, eða leikona. Og svo komst ég að því að ég var ágætis leikstjóri, en þá fór ég yfirleitt, ég var að leikstýra, þá fór ég svona í örlyndi. Og ég sá mjög vel hvernig ég vildi hafa útkomuna í leikritum en síðast þegar ég var búin að vera að baksa við að skrifa leikrit í 30 ár og ekkert leikhús vildi það, þannig að ég hugsaði sem svo bara
leikstýra því sjálf og valdi leikara og við hittumst í Tjarnarbíó. En þá fékk ég svona óöryggistilfinningu út af því að ég hafði farið í maníu áður en ég hafði, eða ekki kannski maníu en svona hypermaníu. Og þannig að ég bað Guðmund Inga Þorvaldsson að leikstýra þá og hlustaði bara. Og svo kom COVID þannig að það var ekki ennþá búið að setja leikriti á svið. Og ekki ennþá búið í dag? Nei, en það eru leikarar sem eru eitthvað með puttana í því og eru eitthvað að veltaði fyrir sér, þannig að það er of snemmt að tala um það, þannig að ég veit ekki hvort ég má það því það er verið að sækja fyrir því núna sko í launasjóði rithöfunda, þannig að leikritið á sér kannski Það verður spennandi að fylgjast með þessu. Lífsvon. Já, en þú hefur skrifað nokkur leikrit sem hafa verið flutt. Já, það er Blóðugu kanínuna og Allsnægtaborðið og Íslands 1000 tár og flutt í Nemendaleikhúsinu. Haukur og Lilja sem eru fólk sem eru að fara í veislu og þá opinberast allir komplexarnir í þeim sko. Og þannig að, já. Þannig sviðið og leikhús hefur alltaf verið svona heillandi vettvangur. Já, mér finnst ég rauninu vera, mér líður best í leikhúsi. Mér líður best norður á Ströndum í húsinu mínu gamla sem ég flutti úr og nú er ég að tengjast Hveragerði föstum böndum og sérstaklega þegar maður verður fyrir svona hugljómunu þegar maður vaknar á morgnana. En mér líður alltaf þegar myrkrið í leikhúsmyrkrinu og þegar ljósin kvikna og mér líður líka ofboðslega vel á sviði og ég er búin að ná valdi á sviðinu og ég get staðið á sviði og mér skilst að þegar ég mæti á sviði þá sé bara athygli fólks á mér og ég er farin að geta, ég sem gat aldrei opna munnin án þess að bara hrynja niður, að nú get ég talað á, ég get meira sér sýnt þetta. Þá get ég talað svona blaðalaust og vaki fólk og náð svona inn í hjarta þess svo ég tali nú vel sjálfa mig. Þannig að en svo eitt í þessu að ég hef skrifað kannski 20 leikrit sem hafa verið sýnd eða flutt eða leiklesin eða í útvarpi en það eru oft mjög stutt leikrit en svo eru líka til lengri leikrit eins og Blóðuga kanínan sem var sett upp í Tjarnarbíó og er kynferðislega misnotkun. Ég vil nú ekki nota orðið misnotkun heldur kynferðislegt ofbeldi og líka stríðið, það sem ég líki svona kynferðislega ofbeldi við stríðsástand í sálinni. Að það verður, maður klofnar í marga parta, þetta partarna sem eru svolítið verið að skoða núna. Og píslavottinn og fárálinginn og trúðinn og innra barnið og týndabarnið. Já. Og Svarti sauður og Svarti sauður, já, allir þessi hlutverk sem við förum í til þess að komast ekki að kjarna málsins og komast ekki að því sem raunverulega býr innra með okkur, þá förum við í þessi hlutverk, eða þannig sé ég það. Í brotnum fjölskyldum. Já. Þetta dysfunctional sem alltaf notað sem náttúrulega bara það ekki til orði yfir þetta. Nei. En það svona í mínum huga það svona brotin fjölskylda. Já. Og brotnar fjölskyldur eiga líka einhverja gleðiparta. Jú. Þó að kannski megnið af þessu hafi verið mölbrotið. Já. En þar það sem sagt eins og varst að tala að koma okkur á staðinn í umræðina að þá taka börnin sko hlutverkið festast í þeim. Já. Í heilbrigðum fjölskyldum rótir að hlutverkin. Já, akkurat. Þau rápa á milli krakkana, einn daginn eftir Svarti sauðinn, hinn daginn eftir fyrirmyndabarnið og allt þetta. Já. En í brotnum fjölskyldum þá ertu bara alltaf í sama hlutverkin. Já, ég rokka á milli Svarta sauðsins og hetjunar. Ég var annarkvort að hjálpa mömmu að þurrka af ryk og passa bræðu mína eða ég var að brjóta rúður og hrekkjusvín sko og villingur.
Þannig að þetta voru svona 2 hlutverk sem ég var í og þarna á milli sko sé ég þar hafi kvíðinn átt sér rætur í þessu tómarúmi sem var á milli þessara 2 hlutverka sko. Þannig þú byrja mjög snemma, fyrir ekki nota svona slæma íslensku, acting out sem krakki. Já, ég held það. Já. En svona félagslega, tengdistu jafnöldrum og... Já, ég átti alltaf eina vinkonu, 1 eða 2 sko, ég var aldrei hluti af hópi. Nei. Þannig að ég komst aldrei inn í hópinn. Og ég var alltaf voðalega ástfangin en það var aldrei neitt skotin í mér. Þú bara gleymt að segja viðkomandi það. Já. Svona fjarskaskotin. Já, fjarskaskotin. Það er mjög erfið staða. En við áttum mjög athyglisvert samtal í bílnum á leiðinni hingað, Elísabet. Það er umræðan það hvað maður fer með inn í fullorðinsár. Já. Og hvernig sko, eins og í mínu tilfelli, og það er ekkert leyndarmál, að ég var alltaf kvíðinn. Já. En ég opni ekki augum fyrir því fyrir njóðan rík fullorðin. Að kvíð er eitthvað sem ég þarf að díla við. Já. Og þetta er eitthvað sem fylgir brotnum fjölskyldumynstri mjög sterkt inn í fullorðinsár. Já. Og ég vil meina það, ég ætlum ekki að taka yfir Nei, þið erum að tala saman. Já. Að öll þessi kulnun í dag sem að fólk er að tala um og er raunveruleg. Fólk upplifir sig kulnað. En ég vil meina, órökstutt þannig, þetta er bara mín tilfinning fyrir umræðinu meðal fólks, að þetta er kvíði í grunninn. Að kortisólið, streituhormónið, ef við dílum ekki við það, þá með árunum lamar það okkur. Hvað finnst þér þessa kenningu? Jú, mér finnst þetta bara mjög athyglisverð kenning og við, svo framalega sem við vinnum ekki í okkur, sem sagt, og með alls konar aðferðum. Sumir geta einhvern veginn bara sjálfur búið til eða átt í þessu, einstaka maður finnst mér. En við flest þurfum að fara á einhvers konar sjálfshjálparnámskeið til sálfræðinga í meðferð, einhvers konar meðferð. Ég lærði nú heilmikið áfengismeðferð. Og þar var líka verið að vinna með innra barnið og svona tilfinningar sko, þetta var öðruvísi meðferð en á Vogi. Það var hjá Óttari Guðmundsinni á Vífilsstöðum. Og mér finnst þetta að kulnunin geti bara sest í mann og brotist svo fram. Því það talaði að við krössum sko, krössum á vegg og fólk lýsir þessu þannig að það bara krassar og það er mjög líklegt að þetta sé eitthvað hafi hlaðist upp. Er það ekki? Jú. Já. Og svo náttúrulega skilgreiningin á geðveikinn er að hlaupa alltaf á sama vegginn og búast við annarri útkomu. Já. Eins og ég þekki mínu lífi, ég var alltaf að hlaupa á sömu veggina. Já. En ég var svo mikið gunga, ég þorði aldrei að horfa á hver ég væri raunverulega. Já. Því ég held að þurfi kjark til að birta sig hver maður er. Jú, maður þarf rosa kjark í þess líka í okkar samfélagi. Já, og samfélagi getur verið grimm, það getur verið meiðandi. Já. Og veist þú, er ég öruggur meðal fólks, þori ég að sýna hver ég er? Já. Mér finnst alltaf svo gaman því ég heyri þessa setningu, því fólk notar hana mjög mikið. Já. Það er, þegar einhver segir, ég veit ekki alveg hvernig ég á að vera eða haga mér eitthvað, vertu bara þú sjálfur. Eða sjálf. Já. Og ég sperr alltaf eyrun, hvernig get ég verið ég sjálfur ef ég veit ekki hver ég er? Já. Og í því liggur svo mikil konflikt. Jú. Ef þú hugsar það. Já. Ég kannski komið umræðan alveg út í sveit, en þetta er aftur á móti stóramálið eins og þú tala um. Þú er ég að horfa í speilin og segja hér er ég og hvernig líður mér með mér. Já. Maður þarf stuðning til þess, alveg bara eins og í áfengismeðferð þegar maður fær að koma út og sjálfi sér og maður fyrir að sjá að maður er veikur, maður er með sjúkdóm sem heitir alkoholismi, þannig sé ég hann sko. Nú eru sumir sem vilja halda því fram að alkoholismi sé bara áfallatengdur, en ég held að sé hvoru tveggja
arfgengur og samfélagslegur og áfallatengdur, þannig og áfall og samfélag náttúrulega líka tengt, sko, þannig að en ég held, mér finnst stundum eins og við gleymum erfðafræðilegum þætti að ég held að svo margt sé ættgengt. En allavega í mínu tilviki, en hérna, og svo náttúrulega ég bara frá því ég 20 ég búin að þræða sálfræðinga, geðlækna, sjálfshjálparnámskeið, innri tjaldnámskeið, artterapíu, þú veist, ég bara verið bara að berjast fyrir lífi mínu, þú veist, í 40 ár í rauninni og núna ég EMDR meðferð sem voða sniðu og voða mikið öðruvísi heldur en það sem ég hef upplifað áður. En hérna, þannig að ég er hjá geðlækni náttúrulega sem að stilli lyf, að ég tek lyf og mér fannst eins og þegar ég byrjaði að taka lyf og þegar ég fór að taka kvíðalyf þá fór að slá á kvíðan. Nú er líka svolítið í umræðinni að hætta lyfjum eða minnka lyf og lyf séu af hinu vonda. En ég veit að lyf hafa bjargað lífi mínu og ástæðan fyrir því ég fékkst til að taka lyf að því ég var ekkert á þeim buxunum fyrst þegar mér var ráðlagt að hérna nú datt ég svolítið út en hérna... Já, mikilvæg lyfja, ég meina þau að klárlega rétt á sér. Já, þau hafa bjargað mér. Bjargað mörgum. En það er líka, skilurðu, það er leið að því að taka lyf og það er leiðin, sem sagt, sjálfshjálpa leiðin, hérna, þú veist, ég þurfti langa leið til þess að fara að taka lyf og það var ekki fyrir en Sigursteinn Másson sagði við mig, þú hættir ekkert að fá bilaðar hugmyndir. Ég var svo hrædd að lyfin myndi kýla mig niður en það var ekki, alls ekki. Nei. Ég fekk bara meiri orku. En er eitthvað til sem heitir biluð hugmynd? Nei, kannski ekki. Kannski ekki, sko. Alla hugmyndir séu góðar hugmyndar. Hugmyndir raunverulega, bara hvar það eiga við og hvar ekki. Já. Þannig að leikhús og skrifin er svona rauðið þráðurinn í gegnum lífið fram á daginn í dag. Já, í rauninu þó ég hafi skrifað minna af leikritum en meira af skáldsögum og orðsögum að þá eins og Fía Fender benti mér á, sko, þá eru sögurnar mínar, þær eru leikhús í þeim og það er hægt að breyta þeim í leikrit með hérna litlum fyrirvara. Litlum fyrirvara. Nú komið svona gervigreind, það er að breyta öllu bara. Já, ég hef ekki kynst mér henni. Já, ekki alveg okkar kynslóðar þing. Nei. En svo hérna, ég verð að spyrja þú út í eitt sem að hérna, hér sittum við og ég hef kosið þig til forseta. Í alvöru? Já. Takk fyrir. Hvernig kom það til? Var þetta listagjörningur? Nei, ég má náttúrulega ekki... Nei, Guð minn góður, nei. Þú varst... Klipptu þetta út af það, Guð minn góður. Nei, hann hefur gert marga góða gjörninga, hann Snorri. Já. En þetta var hérna meira svona Elísabetargjörningur, en þetta var og mér finnst ofta eins og ég sé að kjafta frá einhverju ef ég segja að því sumi kusu mig út af því að þetta væri gjörningur og aðrir af því að þetta væri bara einlægt forsetaframboð. Og í sjálfu sér þetta gjörningur, skilur, þetta það þegar maður býður sér fram og maður fylgir öllum reglunum og maður klárar dæmið og í sjálfu sér þetta gjörningur alveg eins og með Elísabetastíg, þú veist, það gjörningur þó að ég geri þetta í fullri alvöru og ég fór í forsetaframboð gagngert til þess að leita leiðtogunum í mér og þú veist, mér fannst eins og ég væri ekki alveg fullnægð þannig, mér fannst eins og ég hefði eitthvað meira til að bera heldur en það sem ég átti innistæðu fyrir og mér fannst eins og ég ætti, eins og ég segi, meiri innistæðu heldur en það sem að ég var hérna kynnt fyrir og það sem ég var, þannig að ég vissi, Terry Cooper hafði mitt sagt hérna, you're a leader, en ég hafði aldrei þorað eins og við erum að tala sko. Ég hafði aldrei haft kjark til að hérna, ég var búin að leikstýra nokkrum litlum leikritum en ég hafði aldrei kjark til að
lappin í sviðsljósið. Lappin í sviðsljósið og lappa inn í leiðtogan, skilu, hvað það að vera leiðtogi. Og ég veit ekki hvort ég fann leiðtogan í mér. Ég hef kannski fundið hann með því bara að vera ég sjálf. En ég meina þetta æðsta embætti landsins, forseti, þannig að ég myndi klárlega meta þannig að þú hefði fundið leiðtogan í þér. Mér fannst þú alveg stórglæsileg og skemmtileg og flott í öllum viðtölum. Ég fylgist með pólitík rosa mikið og fylgdist vel með þessari kosningabaráttu. Og en það fyrstu vikurnar og mánuðina, eða ekki mánuðina kannski, fyrstu vikurnar þá gerði ég mig grein fyrir því að ég var að bjóða mig fram til forseta og þó að ég sé pönkari og anarkisti í grunninn að þá gerði ég mér alveg grein fyrir því að þetta var æðsta embætti þjóðarinnar og þjóðin var það nextar á bakvið og ég gerði mig grein fyrir því allan tíman að ég var að tala við eitthvað sem hét þjóð sem sagt, eða ekki eitthvað sem hét þjóð heldur eitthvað sem var þjóðin og hún var samsett úr bara bændum á Melrakkasléttu sem kusu mig og gömlum konum í Vesturbænum og úlingum og þér, þannig að ég fékk alveg ótrúlega flotta kosningu að því leyti, það var svo flott fólk sem kaus mig. Ég tek þetta beint til mín, takk fyrir. Já. Mér fannst þetta bara cool og hefði gjarnan vilja sjá þig að minni og að ég vissi að þú varst mannski sem myndi brjóta upp þetta ferkantaða hefðarugl inn á Bessastöðum. En Guðni fór nú svolítið að stæla mig, er það ekki, þegar hann var búið að kjósa hann. Guðni er sagnfræðingur. Guðni getur bara sagt frá deginum í dag á morgun. Og hann talar alltaf í fortíð. Fínn gæi örugglega, þekki hann ekki neitt. En hann er svolítið svona ímynd samfélagsins forseta. Og fólk móðgast ef ég færi fram og segi ég ætla að bjóða mig fram, þá myndi eflaust einhverju móðgast yfir því og segja mér ég var í fífl og fáviti og samfélagsmiðlar og allt þetta. En í þessari baráttu fannstu fyrir meðbyr, eða fannst þið fólk? Já, ég fann fyrir mjög miklu meðbyr og svo fór ég á heilsuhælið í kjölfarið eftir forsetaframboðið og þar kom til mér fólk og sagði þú var svo skemmtileg, þú var svo frábær og og ég segi já þú þá vantilega kosið mig og þá sagði fólk nei ég gerði það nú að vísu ekki og þetta vinkona mín sem er einmitt svona mikið í pólitík eins og þú að hún sagði mér að það væri oft þannig eins og kannski með Bernie Sanders sem kemur svona úr öðrum með annað sko heldur en þessi venjulegu að það er oft ekki kosin sá sem brýtur upp. Hann fer svona inn í hjarta á fólki og brýtur upp eitthvað þar og hefur áhrif en hann er ekki endilega kosin að þegar að fólk kemur á kjörstað að þá tekur það þennan venjulega eða sem sagt hefðbundna en sem hefur samt eitthvað líka auðvitað til að bera. Þannig að Guðni er vel að því komin að vera forseti og algjörlega bara örugglega indælasti maður. En tendensin er eitthvað í sletti. Tilhneigingin er alltaf status quo, ég sletti aftur, er að halda óbreyttu ástandi. Ólafur Ragnar var 20 ár í forsetastól. Það bara í einræðisríkjum sem svoleiðis gerist. Og ég er alltaf að vona að ég sjái pönkar eins og þig og fleiri svona stíga inn í þessa búblu og sprengja hana svolítið. Það er líka Hreyfumst við ekki? Það er líka, ég fór að pæla í þessu, þú veist, ég er sterk kona og sterk manneskja, en það stundum hlutverki stærri en maður sjálfur, ekki stærri en maður sjálfur, heldur það er svo gamalgróið að það er ekki víst að mér hefði tekist, þú veist,
að vitna, já, að það er ekki víst að mér hefði tekist að gera eitthvað róttækt eða gera eitthvað öðruvísi. Guðna hefur náttúrulega tekist það með að vera í mislitum sokkum og vera með, hvað heitir þetta, böggla á höfðunni, en það er ósköp svona saklaust. Það er bara hefðbundið snið. Já. En það sem að, sko... En ég hefði örugglega bara boðað alla á Bessastaði og þú veist. Já, hringt í ráðgjafanum og sagt, hvernig púla ég þetta? Ég var nefnilega ekki með neina ráðgjafa nema fyrsta 2 mánuðina. Já. Þá var ég með Snæbjörn Brynjarsson, ég var ekki með neina aðstofamenn. Snæbjörn er núna formaður eða forstjóri á listasafninu í Höfn í Hafnarfirði. Já, vel gert. Ég hugsi ég hefði ekki boðið mig fram, hann kom í heimsókn á gamlárskvöld. Og þá var ég að hugsa að bjóða mig fram og ég var í kósigalla þegar ég bauð mig fram með svona hálfnaga læri og Snæbjörn tók þetta upp og þetta var svo birt á Facebook. Byrjaði þetta svona? Já, þetta byrjaði svona. Og ég hugsi ég hefði aldrei þorað eða það hefði allavega komið mikið seinna og ekki svona glæsilegt í kósigalla, sko. Ef að Snæbjörn hefði ekki komið. Hann gjörningalistamaður líka og einlægur strákur og óbúslega hlýðhorfur mér og hefur verið góður við mig. Hann var með mér á sviðslistabraut í Listaháskólanum. Þannig að hann átti stóran þátt í því að ég þorði eða fékk kjark til að bjóða mig fram. En svo fór hann bara til Parísar og ég var ein eftir með skrifstofuna og allt. Með skrifstofuna. Og allt PR-dótið. Já. Mér fannst þetta bara ferlega flott framtak. Já, takk fyrir það, Skan. Vel gert. Já. En ég rakka eirinn í á sviðslistabraut. Já. Hvernig skólaganga þið? Já, hún er nú alltaf 30 árum á eftir, sko. Ég tók stúdentspróf þegar ég var 30, það var sem sagt 10 árum eftir að ég þá tók ég stúdentspróf, sko, því mér fannst ég svo ástfangin, ég gat ekki verið í skóla þegar ég byrjaði með manninum og var svona ástfangin, sko. Þannig að þá hætti ég í skóla og byrjaði bara í neyslu og byrjaði bara í ástinni og því öllu saman og barneignum og svo þegar tvíburarnir voru 2 og þá fór ég í skóla og ég hafði verið þá fór ég í stúdents bara. Ég nefnilega svona skólamannskja í mig. Nú langar mér voða mikið í master. Ég er búin að taka BA-próf í sviðslistum og mér langar í master annarkvort í leikstjórn eða bara þjóðfræði. Svo ég geti búið mig aftur fram. Ég kýst þig aftur. Er eitthvað í veginum fyrir því? Nei, alls ekki, sko. Ekki nema ég er búin að fá svona mitt út úr þessu þegar að bóndi á Melrakkasléttu kýs mig og gömul kona í Vesturbænum grætur og pönkar inn upp í Grímsnesi. Já. Nei, vel gert og bara, þú veist, bara gera þetta. Þú ert mjög kjörkuð, Elisabeth, þú ert það. Því ég sit hérna og hlusta á lífið þitt. Reyndar er þetta ekki nú meira á stikkorðum heldur en kannski grundigt, en sjáðu sögunni, þetta er afrekssaga sigra og sorga, og veist, þetta er rosalega stór saga. Og þakka þér fyrir, það er alltaf langað að eiga svona stóra sögu. Þú átt stóra sögu. Og það sem átt líka, og ég ætla að segja það bara fyrir hönd þjóðarinnar, bara í þessum þætti, að þú ert svolítið, að litið svolítið á því sem þjóðargersemi. Já. Án gríns, þú hefur þannig pláss í, upplifi ég, hvað segir þú? Í samfélaginu, og ef einhver á að heyra það, þú að heyra það. Já, þakka þér fyrir. Ég heyri þetta stundum á Facebook og ég verð alltaf bara... Það er bara venjað sig að opna faðmur og segja takk. Já, ég er þjóðargersemi. Þú ert þjóðargersemi. Við erum nú mörg sem eru það. Þú ert líka þjóðargersemi. Ó, takk fyrir. Takk fyrir. Það er erfitt að taka við því. Já. Ég finn það alveg. Þú sagðir að það sprakk þetta í andlitið á mér. Já.
En það eitt sem við langar að hæla þér fyrir. Já. Að því við vorum líka að tala kvíðan áðan og í bílnum. Já. Að því það er ekkert leyndarmál, ég hef verið að díla við, sem sagt, eiga við. Ég er rosalega vandam að tala íslensku að því þú situr þarna. Ég veit ekki af hverju. Maður á að sletta. Já, ok, þannig snurða. Þú veist, þannig allsstaðar í öllum tungumálum, sko. Já. Maður á jafnvel, en það vantar bara að maður sletti latínu. Já, það er svolítið cool. Já. Ég veit til dæmis á latínu þýðir orðið Volvo. Já. Það er latína. Já. Það þýðir maneuverable, sem hreyfanleg. Já. Og orðið mamma kemur úr latínu og þýðir brjóst. Já, þú sér það. Ég hef lesið 2 latískar orðabækur ævina. Ég les blindur og allt það. Já. En ég hef ekki að lesa símaskránna. Já. Og ég lesið 2 svona, ég man bara þetta 2, sko. Orðið amatör kemur líka úr latínu. Já, þannig að þú ert í góðum málum. Nei, ég er í skítamálum, ég kann ekki að nota þetta. En það sem ég var að reyna að segja það að, já, þú er oft komið upp á heimil okkar hjóna í Gallenborg. Já. Út frá einu atriði. Já. Að því ég hef verið að díla við kvíða. Já. Og svo ég fengi kvíðaköst og liði illa og svona. Já. Þá kemur alltaf þessi setning. Alveg kona mín segir við mig, sinni fallegu röddu, þetta líður hjá. Já. Leið ég komin sko við Varmá í heitir ekki Varmá? Jú. Í Hveragerði með steinin. Já. Þetta líður hjá. Já. Þess vegna ertu svo oft í huga mér út frá þessari setningu. Já. Talandi marketing og PR-mál. Þakkaðu fyrir. Það er vel gert. Þetta líður nefnilega hjá. Já, það gerir það og stundum þarf maður hjálp náttúrulega til þess að þetta líði hjá. Af því mér fannst þegar ég bý til þetta verk og með hjálp Matthíasar Rúnar Sigurðssonar sem heggur svo fallega út þetta sæti og hefur nef fyrir þessum magnaða steini, 12 tonna steini sem færður úr fjallinu og ég spurði náttúrulega álfkonuna í steininu hvort við mættum fá og færa steinin hennar og hún sagði ef þú tilengir hann úrlingum og það var búið að vera svo mikið tal kvíða úrlinga og jafnvel að þau tækju líf sitt. Þannig að ég átti 3 úrlinga barnabörn og ég hafði áhyggjur af þeim og ég vildi bara hugsa alla úrlinga á Íslandi. Þú veist, maður veit hvað erfitt að vera úrlingur á mörgu leyti. Þannig að ég tilenga verkið úrlingum út af einmitt kvíða þeirra. Af því mér fannst svo skrítið að úrlinga var með kvíða því ég hélt einhvern veginn þó að ég hafi verið erfitt fyrir mig að vera úrlingur þá hélt ég að þetta væri bara svona útbreidd sæng. En það það ekki en allavega þá fannst mér þetta svolítið léttvægt hjá mér að kalla þetta líður hjá af því það svo oft sagt þetta líður hjá. En þetta líður ekki hjá nema, eins og ég segi, þú ert með konuna þína og hún hjálpar þér að þetta líði hjá. Bara það að þú getur sagt þetta við hana. Þú veist að þá líður það einhvern veginn meira hjá og þú ert ekki einn og maður getur þurft að fara til sálfræðing til þetta líði hjá. Maður þarf að eiga góðan félaga til þetta líði hjá. Eða góðan stein við ána til dæmis að því þetta verk vináttusamband við náttúruna ekki bara unglingana heldur að stofna vináttusamband við náttúruna af því það í þessum virkjanamálum öllum þegar bara hver áin tekin af fætur annari að þá þarf maður að mynda og fólk í þessu vináttusambandi við náttúruna og það verið að traðka á þessari vináttu og þetta svo viðkvæmt mál, þessi vinátta og fólk hefur bara ekki almennilega orði yfir þetta. Það bara fullt af tilfinningum en vantar þetta vináttu hugtak og þannig að nú datt ég aðeins út aftur en ég skil alveg hvað þetta fara en ég má umorða þetta kannski fyrir mig þannig að ég upplifa alltaf að við erum náttúrun. Já, auðvitað. Við getum ekki að dreigja okkur frá náttúruna því við erum náttúrun. Já, þetta Völuspá. Hvað sér þú? Þetta Völuspá. Völuspá nefnilega Ármann Jakobsson benti mér á það sko að í Biblíunni þá býtu nú við ef ég get haft þetta rétt eftir sko
í Biblíunni og þá maðurinn sem sagt þá býr maðurinn til allt sem sagt og Guð, þá búa þeir til allt en í Völuspá og heiðinni trú þá maðurinn búinn til úr náttúrunni. Risinn Ýmir búinn til úr, tennurnar hans úr grjótinu og æðarnar úr ánum og svo framvegis sko. Þannig að náttúran búinn til, sem sagt maðurinn búinn til úr náttúrunni. Þannig að þegar að til dæmis var sprengt í Kárahnjúkavirkjun að þá fann systir mín, hún fékk tannpínu. Já, ok. Þú veist, af því björgin eru búin til úr tönnum ýmis. Þannig að þetta svolítið merkilegt hvernig heiðnin, hún hverfur okkur ekkert, heldur hún bara inn í okkur eins og þú segir, við erum náttúran. En svo erum við búin að slíta sko naflastrengin við náttúruna sem ekki góð. Nei, nei. Og þá förum við að skemma afnar. Og haga okkur eins og við höfum okkur af því að við erum búin að slíta naflastrenginu við mömmu, móðir jörð. Og En verður maður ekki að slíta naflastrengin samt? Jú, en móðir jörð kemur alltaf til með að fæða okkur og klæða okkur. Við sleppum aldrei undan henni. Veist, móðir jörð sko hikkstar og það deyja 10.000 manns. Og ég upplifi að við sem orðin svo ótengd við náttúruna. Og það vont. Þess vegna satt ég norður á Ströndum og þess vegna barðist ég mjög mikið fyrir náttúruverndin á tímabili og las ljóð á hverjum fimmtudegi fyrir framan Alþingi með vinkonum mínum og til þess að vekja athygli á þessum málum öllum. Og það aktivisti í þér. Maður var á fullu að vefja Jón Sigurðsson áli og Varst það þú? Já. Og samt ég man eftir því, það var mjög kúl. Það var mjög kúl sko. Og En svona hvernig nú erum við sem sagt komin að léttasta skeiði, komin í seinni hálfleik í lífinu. Við erum búin að sjá ýmislegt. Hvernig upplifir þú samfélagið þitt í dag? Sko, ef við höldum okkur bara inn á landamæruna, hvernig tilfinningin fyrir því hvert erum við að fara? Finnst þú réttri leið eða hrökkum við alltaf í sama drullupollinum eða? Ég held við náttúrulega förum í einhverja hringrás alveg eins og stríðið eftir seinni heimsstyrjöldina, þá eru stríð, þau eru í Afríku og þau eru í Asíu. Það Víetnamstríðið og það Kóreustríðið og alls konar stríð, en síðan teljum við okkur laus við stríðin þangað til að byrja í Júgóslavíu og síðan í Úkraínu og Evrópa fer inn í stríð. Og það einhvern veginn, það svolítið sorglegt, eða það mjög sorglegt að við finnum alltaf þessa leið að fara í stríð. Og það einhvern veginn allir, Evrópa öll í stríði þó að Úkraínumenn verði mest fyrir barðina á því. Þá allir að senda vopn og hafa skoðun og standa með Úkraínu eða standa með Rússlandi og svo framvegis sko. Evrópa stendur náttúrulega með Úkraínu. En veistu það að ég upplifi okkur búi í góðu samfélagi og veistu það að ég merki það bara á börnunum mínum að ég hugsa að þau eru að ala upp börn, bara fyrsta flokks uppeldi, þar sem að börnin fá að tjá sig, þar sem börnin eru í fyrsta sæti og ofboðslegu kærleikur á milli þeirra og til barnanna og þeir eru ofboðslega góðir við mig og þeir gengur mjög vel í vinnunni og þeir eru að fást, Garpur, hann er að fást við svona áhættu, klifra upp hraundranga og þess aftar og Jökull er að þjálfa stjörnuna og þeir eru komin í 4. sæti, skilurðu, og mér finnst þeir lifa góðu lífi og ég hugsa bara að það fullt af, það megnið af fólkinu í borginni, í landinu,
sem að lifir svona góðu lífi eins og þeir. En svo höfum við okkar djöfla að draga og við erum í ofboðslegri neyslu, við erum ekki dópneyslu, heldur heilu eldhúsinnréttingum hent út glugga þegar fólk flytur inn í nýtt húsnæði og það er bara keypt ný eldhúsinnrétting. Skilurðu, ef maður hefði gert þetta norður á Ströndum að henda út gamlu eldhúsinnréttingunni, skilurðu, maður hafði bara annað, það voru önnur verðmæti heldur en að skipta eldhúsinnréttingu. Það voru þessi, eins og ég var að tala áðan, bara að tala saman, opna hjarta sitt og hérna, já. Þannig að leggst vel í því samfélag, þú heldur að við séum á réttri leið? Ég held það nefnilega, ég held það og hérna þetta sem birtist núna frá stjórnarráðinu eða menntamálasviði í sambandi við þessa umræðu sem er búin að vera, að það er kjörkuð yfirlýsing og þá eru þeir að taka undir með þeir eru já, ég kann nú ekki, ég hef ekki fylgst, skamsi frá að segja, ég hef ekki alveg fylgst með öllu þessu máli nema bara svona utanfrá sko, en það kemur þessi tilkynning frá stjórnarráðinu bara í dag held ég, að þeir eru að styðja við margt af því sem hefur verið að koma fram. Í sambandi við? Í sambandi við sko transfólk, í sambandi við kynfræðsluna. Kynfræðslan og allt það. Já. Þetta hitamál sem búið verið í loftinu. Já, já. Skildi, já. Þannig að þeir standa þá með kennurum og þeir standa með menntakerfinu í þessu. Það er bara vel gert. Já. Þannig að, og það er kannski sem að kemur í ljós að það kraumar undir. Ég á transbarn sem barnabarn. Og ég hef náttúrulega, þú veist, þess vegna hef ég losnað við fordóma. Ég hafði að vísu mikla fordóma þegar hann brýst út í sínu hlutverki og segir okkur öllum ég er trans og þið verðið að gjöra svo vel að breyta tungumálinu þegar þið talið við mig og segja hræddur í staðan fyrir hrædd og allt þetta. Og ég hugsaði þetta bara á sálfræðilegum ástæðum. Hann átti erfiða bernsku og þess vegna er hann að breyta sér. Og ég vildi bara senda hann til sálfræðings. En þá er þetta eitthvað sem hann fæðist með, eitthvað sem hann bara lifir í honum og það tekur hann tíma að brjótast fram að koma út úr skápnum eins og talað um. Bara hugaður að gera það? Já, mjög hugaður. Já, eins og amma sín. Já, eins og amma sín. Það er bara einu ást og það skiptir, í mínum huga skiptir engu máli hvort það milli sama kynja eða Mér finnst þetta ekki flókið. Nei. Við elskum fólk fyrir hvað það er og berum bara virðingu fyrir fjölbreytileikanum. Akkur eru við svona upptekin af því hver sefur og hvernig sefur einhver hjá einhver. Já. Hvaða kjaftaði er þetta? Elskum fólk. Já. Og þú ætlum að ljúka þessu með að nefna það. Já. Að þú ert komið þína eigin götu í Reykjavík. Já, ég var svo hrædd að myndi gleyma því. Nei, ég gleymi því ekki neitt. Hvernig kom það til? Elisabetar stræti eða gata? Stígur. Elisabetar stígur. Já. Ég er svo hrifin af stígum, þú veist, þessum stígum, svona leynistígum sem liggja á milli húsa og gatna og ég bjó lengi á Drafnarstíg og svo er þessar kindagötur sem eru stígar og maður feta sig eftir stígnum og þeir liggja svona þvers og krusk og stígarnir í borginni og oft vitum við ekkert stígana. Nákvæmlega. En þetta kom til út af ást, fyrst þú nefnir ástina, það er bara ein ást, að ég er sammála því, sko, það er bara ein ást og ég ráðna nú þegar ég segi þetta, en allavega þá elskaði ég svo húsið mitt sem ég hafði búið í 30 ár. Ég hef séð það. Já, og þar hafði allt gerst, sko, já, hefurðu séð húsið? Já, ég hitti þar fyrir utan, við tókum einu sinni spjallar fyrir utan og svona degi. Við varum að vinna núta í Örfirsey í nokkra mánuði. Já, alveg rétt. Já, varst að mála hurðina eitthvað með barnabarni? Já, mitt, henni Emblu. Já. Ég hélt mitt matabóð og spurði krakkana hvað væri það merkilegasta sem þau hefði upplifað í húsinu og Embla sagði að það var að mála útidyrahurðina og hinni krakkarnir sagði það var að mála á veggina. Þau fengu nefnilega að mála á suma veggi, eldhúsvegginn og gangavegginn og hérna, já, en allavega ég elskaði þetta hús svo mikið
Og það var einhvern veginn svona bara framlenging á mér og þarna hafði ég lifað mínu lífi, farið í meðferð, alveg upp börnin, skrifa bækurnar, farið inn á geðdeild, farið í forsetaframboð, þú veist, og fyrir utan hversdagsleika, þú veist, sett plástur á sárin, gefið vasklas, elda matinn og allur þessi vefur sem hversdagsleikurinn búinn til úr. Og svo var ég flutt í Hveragerði og það var 8 mánaða sorgarferli, einhvern veginn að skilja við húsið og það var svo ofboðslega góður andi í húsinu og það var svo ofboðslega góð framlegin kona þarna, ég kannski á að sleppa því en nei, þetta var bara, já, bara minn líkam og sál, þetta hús. Og svo frétti ég af því að það á að koma stígur, hann heitir Hoffmannsstígur. Og þá fannst mér liggja beinast við að það yrði bara Elísabetastígur og ég var bæði að gera þetta svona í húmor en það væri fyndið að það kæmi bara Elísabetastígur en það fyrir aftan og líka því að það hafði verið svo mikið á móti stórbyggingunni sem reist þarna sko en nú er ég búin að sjá það að það getur komið fullt af góðu fólki þangað og ég hefði heilsað því yfir Elísabetastígin úr húsinu mínu sko en þannig að þetta var bæði svona húmor, mér fannst þetta fyndið og líka bara af, þú veist, mínu hjarta að skilja eitthvað eftir mig kannski eins og Valur Grettisson blaðamaður sagði að þarna er Elísabetastígur og þá er saga, þá er þetta að segja söguna, hver var þessi Elísabet? Og já, hún bjóð þarna og hún var alltaf dansandi í kringum Ufsaklett í Maníu með síðum rósóttum kjólum og hún ól upp tvíbura þarna sem voru í KR og þú veist, og svo fór hún inn á geðdeild og skrifaði 30 bækur í húsinu og eins og þú segir, þetta er merkilegt og stórt líf, þakka fyrir að segja það. En þannig að þetta var eins og ég segi, bæði gert af húmor og bara væntum þykju. Og virðingaskyni fyrir þér. Og virðingaskyni fyrir mér. Borgin greinilega fyrir virðingu fyrir þér og verkum þínum, því annars að þér aldrei samflýtt þetta. Já. Svo stofnaði ég undirskriftarlista, Illuga fannst það að vísa óþarfi bróðum mínum. En þetta myndi bara alltaf heita Elísabetastígur, en ég stofnaði undirskriftarlista og þar skrifaði fólk Elísabet á það skilið að gata sér skýrði eftir og ég bara glápti á þetta, hvernig getur fólk skrifað svona fallegt og Elísabet er litríkasta persóna á Íslandi eða ein af þeim og þetta, mér finnst ég varla að þurfa að anda síðan ég las þetta allt saman, þetta eru 500 komment en svo náttúrulega er Einar Þorsteinsson, hann á mjög stóra hluti í þessu hann er náttúrulega framsóknarmaður en það er alveg sama, Það er stundum að marka framsóknarmenn. Já, hann er vinur minn og hann var svo hlýðhollur mér í forsetaframboðinu og hrósaði mér þótt hann kannski mætti það ekki af því hann var sjónvarpsfréttamaður þá. En ég valdi hann einhvern veginn af því hann hafi verið svona, góður við mig og reyndar allt sjónvarpsfólkið og ekki síst Heiðar, eða heitir hann Heiðar en allavega sleppum því og þannig að ég valdi Einar af því mér fannst líka að hann ætti þá þetta væri fyrsta embættisverk hans og mér datt ekki í huga að þetta yrði samþykkt bara svona vegna þess að ég hugsaði eins og báknið eins og kerfið að þá myndi þetta veltast í kerfinu þó Einar tæki á móti listanum skilur og hann myndi þurfa að setja þetta í einhverja nefnd eða setja þetta í eitthvað skipulagsráð en svo gerði hann þetta bara, ég kem þarna með kassa með undirskriftunum og þá mætir Einar og er búinn að tala við verktakana og arkitektana og þeir bara samþykktu þetta og hann talaði bara eitthvað fallega um mig og þeir bara já og síðan er ég náttúrulega leynd öllum þessum mönnum og þetta voru náttúrulega líka konur sem komu við sögu og Þóru Valdimarsdóttir og Elsa voru með mér og þannig að Elsa Vestmann og þannig að þetta var mjög stór stund og ég fagnaði bara eins og ég væri búin að skora 5 mörk
Bara vel gert og til hamingju. Já, þakka fyrir. Ég býð þér þegar við vígjum stíginn, sko. Klippum á borða og blásum blöðrur og höfum lúðrasveit. Hnift í mig. Já. Ég langar að fá að vera menn. En það er líka svo sérstakt, sko. Ég var svo gladur að ég sá þetta, því þú ert búin að snerta okkur öll á svo mörg. Já, takk. Með bara verkum þínum og vera þú. Og mér fannst þetta einhvern veginn að þegar, sko, fólk er lifandi, þá eigum við að segja þeim það hvað þau eru frábær, en ekki byrja eftir að drepist. Nei. Þá segjum við allt hvað þau eru frábær. Já, já. Og köllum götur, Elisabethagötur, nei, skilur mig. Já, 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 já. Gerum þetta með að fólk er með okkur. Já, já. Og sýnið þeim virðingu með að gera svona hluti. Já. Þar með þurfum við að ljúka þættinum, að því ég sé alveg svona út undan mér, að því ég kemur úr svona brotinni fjölskyldu, það er svona meðvitar hvað er að gerast í kringum mig. Já, já. Háttvirtur tæknimaður, Gunnar Bjarni. En er þetta nokkuð brotin fjölskylda ennþá? Ertu ekki alveg búin að samina? Nei, við erum mjög heilbrigð fjölskyldi í dag. Ertu ekki búin að samina fjölskylduna? Jú, líka þessa gömlu? Já, allavega ég og Gunnar Bjarni, við erum allavega í mjög heilbrigðu sambandi. Já. Það sem við tölum allt. Tæknimaður. Já. Og þið sem heimaður að horfa á þetta, þið getið sendt mér mail á tyratýr.is ef þið viljið tuði yfir þessu eða gleðjast með þessu eða með hugmyndum af einhverjum, af frekar en af. Af einhverjum. Eða ef þið fréttið af einhverjum. Já, en eða vitið af einhverjum. Nei, vitið af einhverjum. Já, af. Hefst á íslensku kennslan. Það sem að, en þið kannski náðu þessi í fyrsta atriðinu, en það er tyratýr.is og það væri gaman að heyri ykkur eða hafa eitthvað að segja um þetta. En Elisabeth, takk fyrir að koma og með Jesú fylgja þér ókomna tíð. Já, takk. Ég nefnilega fór til Palestínu og þar var ég mjög vör við Jesú. Palestínu? Já. Hefsta þátturinn aftur. Þú verður að segja ykkur örstuð. Já, þar var Jesú bara í fullu fjöri og það var svo skrítið. Maður hafði lesið þessar dæmisögur á Biblíuna og ekki lesið Biblíuna en kynst henni og þar var Jesú bara, þar var fæðingarstaðurinn hans, þar var fermingarstaðurinn hans og það voru bara heilu kórarnir frá Ungverjalandi, Svíþjóð, Danmörku, það var bara fólk frá Asíu, Tælandi og var að koma allstaðar að frá Pakistan til þess að finna þessa andlegu vakningu sem að fæðingarstaðurinn sem var ofboðslega fallegur og allur út í gleri og kerjum og að finna fyrir Jesú. Og mér fannst ég finna, þetta var náttúrulega allt eitthvað sjónarspil og þetta var allt eitthvað svona Disneyland, en mér fannst ég finna fyrir Jesú þarna og ég skal segja þér að ég sagði einu sinni við Jesú að því ég hafði þörf fyrir einhverja trú og ég vissi ekki almennilega, ég var svolítið feimin við að hafa þessa eins og Jesú sem var í svona gamall og gamaldags þó hann væri náttúrulega klár og fínn og segði góða sögur að þá sagði ég bara við hann ég bara opna hjarta mitt fyrir þér, ef þú vilt koma þá bara ertu velkomin og síðan hef ég orðið vöru en ekki mikið en svona einstaka sinnum þannig að og ég er líka ánægð með Maríu mey sko til þess að verður að vera einhver kona. Nákvæmlega. En er þetta ekki góður endi? Það var mjög góður endir og ég held klárlega að Jesú var til, það er ég sé búið að sýna fram á það og ég held að hann hafi verið klárgur og margt og mikið að segja og Júdas fór í baki ánum en það var alltaf ástæðu. En í dag er þetta bara þannig að nú tekum maður bara Jesú í hjarta í vökvaformi. Jesú laði. Já, nú drekkum við óáfengt. Í gamla daga tók maður þetta í hjartað í gegnum áfengi. Nú gerum við þetta edru, Elisabeth. Takk fyrir að koma, gaman að fá þig. Takk fyrir. Og takk fyrir að þið heima, eða hvar sem þið eruð, takk fyrir að horfa. Eða hlusta. Takk fyrir að bjóða mér í leikhúsið.